Komið sæl og velkomin í grænvarpið hlaðvarp Landsvirkjunar. Hingað til mín komin Einar Erlingsson. Hann verkefnastjóri hjá erlendum verkefnum, það ekki rétt hjá mér? Jú. Og hann nýkominn frá Ástralíu þar sem hann dvaldi við störf í nokkur ár og hann ætlar að segja okkur svona frá því starfi og hvernig það að búa þarna hinum megin á hnettinum. Vertu velkomin, Einar. Já, takk fyrir. Bara svona til að byrja með, hvernig endaðir þú í Ástralíu? Hvernig vildi það til að þú fluttir þangað? Já, það var nú þannig að fyrirtæki sem heitir Snowy Hydro Limited. En þú starfsmaður Landsvirkjunar svo það fær ekki að milli mála. Já, ég var starfsmaður Landsvirkjunar og leigður til Ástralíu. Já. Og það kom uppalega til þannig að Snowy Hydro sem fyrirtæki, samskonar fyrirtæki á Landsvirkjun. Þetta uppalega í eigu alríkisstjórnarinnar í Ástralíu. Var stofnað 1949 og var að byggja upp sitt vatnsaflskerfi á árunum 49 til 76. Og svo kom að það var markaður kölluð á dæluvirkjun. Já. Og þeir voru að voru í feasibility, í fýsileikakönnun á dæluvirkjun. Og í því ferli þá komu þeir til Evrópu að kanna hvernig vatnsafl undirbúið og delivera eða framkvæmt. Og Kárahnjúkar var verkefni svona, þá voru þeir að bjóða þetta út og Salini Imbrigilo var bjóðandi. Og Kárahnjúkar var svona þeirra miði inn í þetta tilboð. Og Snowy Hydro kom inn í heimsókn. Gunnar Guðni tók á móti þeim og framkvæmdastjóri hjá okkur. Já. Og þeir ætluðu að skoða Kárahnjúkavirkjun en þetta var í janúar og það var ófært. Og þeir komu í heimsókn í Búrfellsstækkun, þar sem ég var staðarverkfræðingur á þeim tíma. Já. Í janúar 2018. Og ég tók á móti þeim og sýndi þeim Búrfellsstækkun. Svo á þessum tíma upp úr þessu það var til samningur við Snowy Hydro og Landsvirkjun Power þar sem við vorum ráðgjafi, Landsvirkjun Power, að hjálpa þeim svona í leiðbeina þeim í þróun og undirbúningi á svona stóru verkefni. Landsvirkjun Power félag eigu Landsvirkjunar sem sinnir svona erlendum verkefnum. Já, passar. Og svo eitt leit af öðru og það var samningur hérna, já, og svo var allt í einu, var ég spurður hérna hvort ég hefði áhuga að fara til Ástralíu. Ég upphaflega hefði engan áhuga á því, alltaf langt í burtu. En svo einhvern veginn atvikaðist að svona aðstæður heima fyrir buðu upp á þetta. Já. Krakkarnir uppkomnir og voru að flytja til útlanda. Þannig að ég lét til leiðast og fór þarna, upphaflega var áætlunin að vera í 3 mánuði, frá 3 mánuðum í 2 ár og ég endaði að vera þarna tæp 6. Og þetta risastórt verkefni. Þú sagði dæluvirkjun. Já. Hvernig hún, segðu okkur aðeins frá verkefninu hvað stórt og hvernig dæluvirkjun frábrugðin svona hefðbundnum vatnsaflsvirkjun. Já, þeir voru að undirbúa þetta svokallaða verkefni Snowy 2.0 sem 2000 megawatta virkjun í afli og hún tengir saman 2 lón, efra lónið Tantangara og neðra lónið Talbingo. Þetta í suðurhluta Ástralíu? Þetta í suðurhluta New South Wales í svokallaðum Snowy Mountains. Og dæluvirkjun virkar þannig að þetta í raun og veru að rafhlaða. Við bara geymir orkuna í efralóninu og þegar það offrambáð orku á kerfinu og ódýr orka, þá dælt upp og rafhlaðan hlaðin og svo framleitt þegar það þörf vantar orku, rigningadögum eða engin vindur,
og mikil eftirspurn. Mesta eftirspurnin er á heitum sólríkum dögum af því að mesta orkan fer í að kæla, ekki til húshitunar, Einmitt. húskælingar. Já, einmitt. Um, Og er þetta dæluvirkjanir, væri það eitthvað fýsilega hér á Íslandi eða? Nei, ekki eins og staðan er núna, við erum svo mikið vatn, en þetta er, Ástralir eru sko, eru 70% að framleiða með kolum, raforku, Já, hafa farið úr 10% í 30% í sól og vind árunum 2010 til 2020 og svona raflega, svona dæluvirkjun, hún passa svo vel á móti sól og vind upp á að koma þá með orku þegar aðstæður í raforkuframleiðslu með sól og vind ekki til staðar. svona jöfnunarafl. Já, Akkurat. einmitt. En við erum ekki þar og Nei. það er eitthvað í það ef að sjáum hvernig vindur þróast á Íslandi. Já, Við erum ekki þar núna. einmitt. En já, þetta er náttúrulega, þetta er risastórt verkefni og í raun og veru miklu stærra en hérna, við þekkjum hérna og stærra svona hérna umfangi. En hérna, en samt er þá þessi sko vassafl í Ástralíu frekar lítill hluti af heildar kökunni, er það ekki? Já, vatnsafl. Þeir eru náttúrulega Snowy Hydro er með fleiri stöðar og meira afl en Landsvirkjun, en já, og landsmælikvarða eða Ástralia er náttúrulega álfa. Já, Þá er vatnsafl mjög lítið. Töluvert minna en vindur og sól. þannig að þetta er kannski ekki, býður ekki upp á það landið að virkja mikið meira vassafl þarna, eða hvað? Ekki hefðbundi vatnsafl, en það eru mörg verkefni núna af því að aðstæður eru þannig að því að sól og vind hefur stækkað svona á síðustu undanförnum árum. Þá eru, að ég veit, 20 verkefni, dæluverkefni á teikniborðinu Já, í Ástralíu, einkum New South Wales og Queensland, einmitt fyrir sól og vind og náttúrulega Ástralía er kannski aðeins eftir okkur í Evrópu með hérna, markmið í loftslagsmálum, en þeir hafa sett sér markmið og þetta, eftir að ég fór út, þá breytist umræðan töluvert. Eftir að og þeir hafa sett sér markmið Net Zero 2050 já, og með mjög metnaðarfull markmið á leiðinni vörðu á leiðinni 2035 já. að minnka En það eru þeir eru 30% núna, eitthvað, cirka. í vind og sól. Já, Já. já, En þeir þurfa að stækka því að þeir hafa sett sér þessi markmið og svo líka er að þessi orkuver knúin kolum, þau eru orðin gömul, þau eru orðin húsagengin, þau eru orðin tæknilega, þau eru orðin erfið í rekstri og það er rétt og eins og markmiðin eru núna, þá er enginn að fara að fjárfesta í endurnýjun á kolaorkuveri, en það er allur fókusinn er á að fara í endurnýjanlega orku. já, Og þannig kemur þarna dæluvirkjunin svo sterkt inn til að styðja við vind og sól. Við náttúrulega erum með 85% endurnýjanlega orkunotkun á Íslandi. Þannig að við höfum eitthvað fram að færa þarna og svona einhverja sérþekkingu sem að þeim hefur litist vel á. Klárlega. Og rétt að koma kannski betur að því að þeir koma hérna í heimsókn og Landsvirkjun Power tekur að sér að hjálpa þeim. Og við erum, og ég er bara einn af nokkrum í teimi sem erum að hjálpa þeim. En ég var eini sem segi stundum að ég dró stuttastráið og fór út. En líkaði vel og sé ekki eftir því. Nei. En við vorum klárlega með þekkingu sem að var ekki til staðar í Ástralíu og þekkingu okkar er ekki heldur til staðar í verkfræðistofunum. Við erum með þessa eigendaráðgjöf, þar sem að við erum með þekkingu sem við höfum farið í gegnum þróun
og við höfum farið í gegnum framkvæmdir, við höfum farið í gegnum gangsetningar og rekstur á virkjunum og til dæmis Snowy Hydro sem við störfum fyrir, þeir höfðu ekki gangsett virkjun í tæp 50 ár þegar þeir koma hingað og það er bara farin þessi þekking úr fyrirtækinu og þetta er víða og það er núna sem að er alveg eftirspurn eftir okkar þekkingu þar sem að þetta er að gerast í Ástralíu og ég veit að það eru 10.000 megavött á teikniborðinu í dæluvirkjunum í Skotlandi. Já. Og þeir eru eins og Ástralir. Þeir hafa ekki gangsett neinu ekkert viðlíka því sem við höfum verið að gera hérna. Við höfum verið að gangsetta meðaltali á 5-6 ára fresti þessi ár sem að Landsvirkjun hefur verið til. Þannig að það eru miklu möguleikar svona í því að flytja út þessa þekkingu sem við höfum. Klárlega og hvort sem það er bæði í að vera þá með þróunaraðili eða í ráðgjöf en okkar stefna ný samþykkt stefna erlendis starfsemi hljóðar upp á að við einbeitum okkur að þróun Grænlandi og Kanada og það er það sem ég er að skoða í dag í Vatnsafli að finna tækifæri og koma inn í vinnu sem að hefur verið í gangi undanfarin ár og fara að vinna með samstarfsaðilum okkar í Grænlandi og Kanada og reyna að koma ykkur áfram. Þannig að þetta er svona hálfgerð, þú ert snúa blaðinu svolítið við, þú ert búin að vera hinum inn á hnettinum, nú er það bara norðurslóðir. Já, sem ég er mjög spenntur fyrir. Ég er búin að, á þessum 6 árum, þá er ég búin að átta mig á því að, yfir 28 gráður er ekki mjög heppilegt fyrir svona ísbjörn eins og mig. Nei, fínt að vera í 10 gráðum. Já, en svona bara almennt að því, hvernig er að búa í Ástralíu? Ástralía er náttúrulega alveg meiri háttar að búa í og vorum mjög heppin, við byrjum okkar, við flytjum til bæjar sem heitir Cooma, þar eru höfuðstöðvar Snowy Hydro og það er höfuðborg Snowy Mountains í New South Wales. Þetta er bær sem er 8.000 manna bær, stendur í 800 metra hæði við sjó en þú hefur allt, þú hefur það er klukkutími til Canberra sem er höfuðborgin, það er klukkutími á ströndina, öll austurströnd Ástralíu er nánast samfelld baðströnd, sólarströnd og þar er og svo ertu klukkutíma á skíðasvæði. Ég vissi það ekki þá en ég veit að núna að þeir eru með nokkuð skíðasvæði í Ástralíu og maður er að skíða í 1300 til 2000 metra hæð og skíðatímabilið er 8 vikur og þetta notaði maður og það var mjög gott í COVID sem að skíðasvæðin voru lokuð fyrir öllum öðrum en þeim sem bjuggu þarna. Þannig að við fengum brekkurnar fyrir okkur. En Ástralir eru skíðamenn, þeir fara Sydney er 5 tímum frá skíðasvæðinu og Ástralir eru rosalega miklir ökumenn, þeir geta keyrt. Í Ástralíu er það stutt ef það er innan við 3 tímar og Sydney búar fara í dagsferð og skíði, keyra í 5 tíma, skíða í 5 tíma og keyra í 5 tíma. Við myndum ekki gera þetta. Nei, einmitt. En hvernig fólk er Ástralir? Ástralir er bara... Í samfélagi er þetta, hver munurinn á ástralsku og íslensku samfélagi? Við tengjum rosalega vel við það og þeir ástæðan fyrir, til að mynda eina af ástæðanum fyrir því að Snowy Hydro klukkaði Landsvirkjun Power út úr Evrópureisinu sinni var að þeim bara líkaði vel við að vinna með okkur og við erum með svona svipu gildi, svipaði nálganir. Þannig að það eru engin svona menningar árekstrar miklir? Nei, alls ekki og það er gaman að segja frá því að Snowy Hydro og Landsvirkjun eru nánast tvíburasystur af því að fólkið og menningin og gildin
eru bara eins og maður hitti hérna inn í Snjói Hætru og bara sömu personur og maður hittir hérna hjá Landsvirkjun inn í rekstrinum, inn í verkfræðinni, inn í þróuninni. Það er alveg, við eigum fullt af hérna náfrængum hérna í heimi sem eru með alveg sömu gildi og menningu og við. Sem kannski kom á óvart með Ástralíu og var að sko við á Íslandi reglur eru svona viðmið, kannski við okkur hætti til að beygja og laga reglur að okkar þörfum á stundum en í Ástralíu komið rosalega óvart að reglur eru reglur. Þú talar ekki til eitthvað svo reynir að hérna að selja honum það að þessar reglur eiga kannski ekki við akkurat í þessu tilfelli. Það er bara, það er ekki í boði. Nei, þeir fylgja mjög vel að regluverkinu sínu. En þú segir, fjölskyldaðin fór með eða hvað var það eiginkonaðin? Já, við vorum allt í einu bara 2019 þá fluttist sonur okkar til Bandaríkjanna og dóttir okkar var að fara til Svíþjóðar og við fórum 2 allt í einu bara í nýri heimsálfu og bara 2 í heimili algjörlega nýjum slóðum og það var mjög skemmtilegu tími og Ástralir eru mjög opnir og við byggum að því að það var ákveðið tækifæri í því að vera hann í Kúma. Þar var þetta risaverkefni og það var fullt af fólki eins og við. Köllum þetta svona, vorum bara munaðalaus í Kúma. Engin vinir, engin fjölskylda, bara frelsi. Og við einhvern veginn náðum vel saman og kona mín og ég, við eigum bara okkar Kúma fjölskyldu og fullt af Ástralum og útlendingum í því samfélagi, þeirri fjölskyldu og til að mynda erum við að fá við erum nýkomin heim og við erum að fá það eru 4 heimsóknir í ágúst frá Ástralum til okkar. Og eru þeir mikið ferðast til Evrópu? Já, Ástralir kunna að ferðast þegar þeir koma til Evrópu þá eru þeir oftast en ekki bara í 6 vikur. Það tekur náttúrulega 30 tíma að ferðast og það er dýrt og það tekur á. Það er 10-11 tíma munur og það tekur 3-4 daga að vinda ofan af þessu og þegar þeir fara í frí þá fara þeir í flott frí og svo hafa þeir annað sem að komur rosalega óvart að þeir hafa svo kallað long service líf. Eftir 10 ár hjá sama fyrirtækinu þá fá þeir 3 mánuði í frí. Og þetta er í grunninn frá því þegar var verið að laða fólk til Ástralíu. Það ferðalagi tók einhverja vikur en ekki 30 tíma. Og til að geta þá heimsótt fjölskyldu á 10 ára fresti. Og þeir halda þessu. Einmitt. Þegar heyrðum maður að tildrög byggðar Evrópubúa í Ástralíu hafi verið fangaflutningar. Veistu eitthvað um það? Hvernig? Nei, maður er eitthvað lesið og eitthvað ferðast og þeir já, ég held að... Það er ekki talað mikið um það? Nei, það er ekki allir Ástralir mjög stoltir af sinni sögu. Hvernig hvíti maðurinn kom þarna og hvernig hvíti maðurinn kom fram við frumbyggjana. Einmitt. Það er Ástralíu dagur, þeirra þjóðhátíðardagur í janúar, hásumar. Það er ekki allir sem eru mjög stoltir og ekki allir sem halda upp á hann. En minn skilningur að 10% af þjóðinni getur vakið sig til þessa fanga. Þetta hefur verið bara samfelld í raun og veru allavega eftir seinna stríð þá hefur bara verið samfelld innflytjandi inn í þetta land. Þannig að þetta svona suðupottur svolítið? Já, þú hittir allt. Þú ert, það er mikið Kínverjar og margir Indverjar. En þú hittir öll þjóðarbrot, alla þjóðir. Þannig að það er mikil matarmenning og svoleiðis. Þú fær
getur fengið Indian street food á toppgæðum, allur matur og matur upp til lópa, hágæða matur, allt ræktað í álfunni, í landinu, fær ferskt, allt ferskt og þeir til að mynda hafa mjög gott lambakjött, það er næstum eins gott og nýsjálenskt, sem er næstum eins gott og íslenskt. Það er í þeirri röð. Já, það er í þeirri röð hjá mér. Nautakjötið þeirra er bara með því betra sem þú færð í heiminum, bara á pari við svona argentist, grænmeti, topp. Já, en hvernig gekk svona að halda tengslum við Ísland? Þegar þú ert svona hinum megin á hnettinum og bæði varandi þá með tíma mismuninn og allt það. Já, ég veit að maður bara býr í plön og maður bara hefur svona fasta, þetta er náttúrulega ekkert mál að vera með svona FaceTime og svona videocall, tala við vini og fjölskyldu. En tímamunurinn er náttúrulega svolítið þreytandi að þú kannski hábjartan daginn og þeir langar að heyri í fjölskyldu eða vinum í Evrópu, en það er ekkert í boði, það er það skipulegja, annarkvort er það eldsnemma á morgnana eða á kvöldin og segir stundum að maður var á stundum þreytur á hafa áhyggjur á morgundrykki Íslendinga. Maður kannski í kaffi á laugardagsmorgni og þá kannski fekk maður símtal af rauðvíns barnum og frá vinum að segja manni alls konar sögur og hafa sér 1-2 eða jafnvel meira rauðvínsglös. Einmitt. En svona fékkstu svona nýtt eða svona sjónarhorn á íslenskt samfélag við það að fylgjast með í svona hinum megin frá? Já og nei, ég hafði fyrir 25 árum þá bjó ég í 2 ár í Skotlandi. Þannig að ég hafði svona pínur reynslu að hafa farið út og komið aftur. Og það sem að kannski einni af mörgum heimsóknum á þessum 6 árum, það er svolítið, og við vitum þetta öll, en maður þarf svolítið að sjá þetta, það er svolítið mikil hjarðhegðun. Maður kannski kom í sumar dvöl og maður var að hitta vinahópinn og svo kannski síðar annan vinahóp sem ekki tengdist, en þau voru að tala það sama, eitthvað sem var kannski ekki endilega í fréttum, en það er bara, það er kannski einkenni okkar, hjarðhegðun í fámenninu. Já, einmitt. Þú heimsótti Nýja-Sjáland, var það ekki? Jú. Hvernig er Nýja-Sjáland? Maður heyrir að það sé, og maður sér myndir og það er minna svolítið á Ísland, en kannski þetta er svona stórgerðara landslag og svo er þetta þessi samanburður á lambakjötinu sem þú myndist á áðan. Hvernig land er Nýja-Sjáland? Nýja-Sjáland, ég var því miður, þá fór ég bara einu sinni og það var bara núna ekki svo fyrir löngu síðan. Nýja-Sjáland, þetta var nánast eins og að koma heim. Þú keyrðir ferðaðist ég var á Suðureyjunni og þú gast keyrt á vegunum og þú sást landslægið. Það er ekkert allstaðar sem hún sér það. Nei. Og ekkert of margir bílar, rosa gestrisnir, þeir þurfa virkilega, þeir þurfa á ferðaþjónustuna að halda og þeir taka vel á móti ferðamönnum og það er gott að ferðast þarna og það sem ég bjó síðast var Brisbane í Queensland, Sunshine State og fara frá Brisbane til suður eyjunnar í Nýja-Sjálandi, hitinn lækkaði 10 gráður og þetta var svona eins og fínn undirbúningur að koma heima því að vindur og kalt og en samt svona jafnaði hlýrra en á Íslandi töluvert og þeir hafa allt, þeir eru með mjög gott lambakjöt og ég sá það er engin tilviljun, þær eru bara þarna í fjöllunum, það er bara
eru eins og Já. landbúnaðurinn hér. Já. Þetta er engin iðnaða framleiðsla. Ekki svona, ekki bara svona grasfett, þeir bara, þær eru á, Býta það sem að þær finna. já, Já. og já, bara virkilega gaman að koma að það. Já. Já, einmitt. Hérna, það er svona ýmsar, hvað að segja, ýmsar svona stereotypur eða hvað að segja, einhverja góðsagnir hérna Ástralíu, sko, sem að hérna, maður er kannski forvitin eins og til dæmis, sko, það er hérna, mér skilst það þessi miskilningur að, sko, þegar maður sturta niður að vatnið snúist á röngunni, það ekki, en að hérna, þú þekkir það ekki þá? Jú, það fer í hináttina. Það fer í hináttina? Já. Já, ok. Ég hélt að það væri, ég var eitthvað að spyrja gervigreindin út í þetta og hún sagði að þetta væri miskilningur. Þetta er allavega þá í gömlu klósettunum, ég hef sagt það. Já, já. Og svo er svolítið magnað og maður er svolítið áttavildur á því. Það er, sólin kemur upp í vestri. Já. Svo fer hún í norður og sest í vestri og það tekur meir en 2 ára að átta sig á áttunum Einmitt. að norður er suður. Já. Og suður er kólnar þegar maður fyrir suður á búin. Nákvæmlega, það er eins og fór til Tasmaníu. Tasmaníu er fyrir sunnan og Tasmaníu er 40% þjóðgarðar eru stórir í vatnsafli til þess að gera. Já. En þarna fer maður suður að kólnar en þó ekki það mikið að þeir eru með vínrækt og þeir eru með allan mat og geta ræktað allt. Já. Frábært. Ef einhver langar til Ástralíu, ég myndi mæla með Tasmaníu til þess að skoða. Já. Annað sem að maður heyrir mikið er það er allar þessar kynja skepnur þarna og óargadýr, kóngulær og snákar og krókódílar þar fram eftir götunum. Er þetta svona bara í hluti af daglegu lífi og er maður í stöður í lífshættu? Já, snákar, það sem við bjökum var töluvert þennan þessa hættulegu eitruðu snáka. Það er náttúrulega margar tegundir af þessu snákum, en einhverjum sér að þessi East Brown Snake sem er algengur þarna sem við vorum. Og við sáum þessa snáka nokkru sinnum og ég sá nokkra en maður og þeir eru, maður á bara að forðast þetta ef maður sér þetta. Þeir geta verið snöggir en þeir ráðast ekki á þig fyrir nema að þú ert eitthvað alveg mjög nálægt þeim. Og til dæmis ég spila golf og á vorin þá manni ráðlegt ekki að fara að leita að boltanum, vera bara á braut, en þá sjaldan að maður hittir ekki brautina, að leita ekki, en ef þú knúinn að leita, þá þarf maður að stíga svolítið þungt, því að reyna ef þeir eru, og reyna að fæla þá. Já, einmitt. En svo eru krókódílar hákarlar. Já, einmitt hákarlar. Hákarlarnir eru þarna allstaðar. Ég man eftir einu sinni þá var ég á strönd í Sydney og í hljóðkerfinu var sagt að það væru og þyrlunar að sveima fyrir ofan og þá veit maður að það hafa sést til hákarla og í kallkerfinu þá var sagt að væri búið að sjá hákarl og fólk beðið að fara upp úr sjónum og þeir hreyfðu sig ekki. Þeir eru bara svo vanir þessu. Ég hef ekki þorði ekki nálægt þessu. Og svo hann í far north Queensland, þar er töluvert af krókódílum og þannig þar manni ráðlagt að ganga ekki nálægt sem sagt vatnsborðinu meðfram vera inn á ströndinni og maður bara þegar þú sér skilti það sem þau eru ráðlagt að vera ekki þarna því að það eru krókódílar þá fylgir því en ekki eins og virðist vera allt og algengt hjá okkur að þegar við erum að reyna að leiðbeina okkar ferðamönnum á ströndinni með svartasandinni
það fylgir þig enginn. Reynisfjörður, já. Reynisfjörður. Já, einmitt. Já, það er nú málið, sko. En hérna, svo eru kóngulær. Já, Kóngulær. þær geta verið skæðar. Já, Okkur var sagt að þarna í Kúma, þar sem við byggum fyrst, þá ættum við á hættu að rekast á redback já, spider. Okkur var ráðlagt að það sem er svona skuggi og raki og kalt, eitthvað á bakvið, eitthvað í garðinum eða eitthvað svona, já, sem að reka ekkert hendina inn í það, já. að hérna bara kom ekki nálægt því. Þannig að þetta er ekki fyrir kvíða sjúklinga Nei. eða marga Íslendinga sem að fara í kerfi við það að sjá geitung. Það er ekki... Það er ekki boði í Ástralíu. Nei, og þegar var ljóst að við vorum að fara, þá fórum við að hérna kynna okkur aðeins að undirbúa okkur og það er til sko heimildamynd Já, 80 hættulegustu dýr jarðar og ég held að þeir séu meira minna öll frá Ástralíu já. og það er svona þegar við áttum okkur þessi þá voru við svona Maðurinn líka. já þannig að maður fór svona við verða efins en Já. veitum okkur og lærðum helling. Já. Hérna, Vegemite. Hvað er Vegemite? Og hérna, hvernig bragðast það? Smakkaði það? Ég smakkaði það. Já, Vegemite er í raun og veru í mínum huga ekki til manneldis. nei, Það er bara ekki ætt. En hvað er það? ég sagðist að þetta var einhver svona smjörlíki eða? Sko hvernig þeir borða þetta? Þeir rista brauð Já, og setja svo smjör já, og svo setja þeir sko mismunandi stig af Vegemite og hana. já, Það er til 5 skalar, já, hversu mikið þú setur og þeir telja þetta að vera sko það besta í heim. já. Er þetta svona eins og heitna súrströmming frá frændum okkar? Hvað heitir þetta? Er svipað og Marmite heitir eitthvað annað. já, nákvæmlega, þetta er svipað Já, það. já. Þetta er í grunninn eitthvað úr jurtaríki. Óæti úr Þetta er- Jörstaríkinu. Þetta er eitthvað, en þetta er ekki gott. Þetta Nei. er svona acquired taste, held ég. Þú Já. þarft að vilja borða þetta og æfa því, Já, einmitt. eins og kannski Hákarl. hákarl, já, nema þú sért alveg upp í það, Já, eða skata. einmitt. Fyrir okkur, eða allavega mig var þetta eins og fyrir þá að reyna að borða sköt, Já, kertasköt. einmitt, já. En hérna, nú eru þau komin heim eftir þessa löngu dvöl. Er þetta ekki rosaleg viðbrigði og hérna, hver er tilfinningin? Langar þið að fara aftur út eða ætlið að vera hér heima bara? Já, Smelltur er? við stóðum bara frammi fyrir því að verða Ástralir. Já. Við vorum búin að vera það lengi og Varstu bara að tala með ástralskum hreim? sko í einhverju heimsókninni eitthvað sumarið og þá var ég með vinum og það voru útlendingar í hópnum og þá var bent á að ég væri að fara að tala svolítið ástralska ensku Já, en ég heyri þetta ekki sko. nei, En kannski hugtökin eru aðeins önnur, ekki nota maður það hlýtur að vera því að tungumál er bara einhvern veginn þannig að þú ert að tala við einhvern og þá ert að fara að nota önnur orð. já, maður samtuna einn. Já. En okkur líka rosalega vel að koma heim. Já, Það er rosalega gaman að koma aftur til Íslands eftir svona langa dvöl og orkan í birtunni. já, Þetta er ekki veðrið, það er sumarið þessi orka á kvöldin og við spilum golf og geta spilað 18 holur hring eftir vinnu já, er bara eitthvað sem að við höfum ekkert gert. Þú getur ekkert í Ástralíu. Ástralía þú getur spilað golf allt árið en þú spilar ekkert fleiri hringi á 12 mánuðum í Ástralíu en 5 mánuðum á Íslandi því að það er þessi birta og bara þessi stemming allt í einu bara allir út á völl í 4 mánuði og það bara stoppar enginn. einmitt. Þannig að hérna, þið eru ekkert á leiðinni út aftur en þið náttúrulega svona skutuð einhverjum rótum hérna og það
samfélag þarna sem mun þeim munu halda tengslu við. Klárlega, og Landsvirkjun er ennþá við erum ennþá í vinnu, ég er ennþá í vinnu út þetta ár, í 50% starfi að hjálpa aðstofa Queensland Hydro. Já. Við hefum rosalega marga vini og kunningja og við kallum við í okkar Kuma fjölskyldu sem er ástralska fjölskyldan okkar. Þá eigum við, ég og kona mín, við eigum barnabörn. Það fættust mörg börn í teiminu, í fjölskyldinni á þessum tíma. Svona snói börn eins og Káranugabörn á sínum tíma. Og þetta voru einhverjum sérlega krakkar svona 15 árum yngri, 20 árum yngri og þegar börnin aðeins seinna úti heldur með við okkur, allavega mína kynslóð. Og við eigum alveg svona stjúp barnabörn og erum góðum tengslu við. Þau eru allavega orðin 8. Já. Þannig að þið getið vel hugsað ykkur að skreppi helgarferð til Ástralíu ef að Icelandair býður upp á það. Kannski ekki helgarferð, en ég segi öllu sem að það voru margir komu að heimsækja okkur frá Íslandi að það sé algjört lágmark 2 vikur. 3 vikur er mjög gott. En ef fólk er orðið er hraust og til í að ferðast og langar í ævintýri, þá held ég að sé fátt betra en að fara til Ástralíu og vera veturinn, íslenska veturinn sem er sumar úti, og það eru margir staðir sem eru mjög þægilegt að vera á, flestir sem ég þekki. Og þeir eru gestrisnir og það er gott að ferðast í Ástralíu, það er gott að keyra, það eru góði vegir og góða merkingar, góð þjónusta. Þannig að við sjáum fyrir okkur allavega, ég og konan, að ferðast aftur. Við erum búin að fara víða en við höfum aldrei komið til Vestur Ástralíu, Perth og þar, við eigum það eftir. Og svo er staður þar sem er á eyðimörkinni sem er á listanum okkar. Við höfum eftir að fara, allavega á listanum mínu. Það heitir Cooper Pedy og það er samfélag fólks á eyðimörkinni sem hefur raun að vera gert allt rangt í lífinu. Þau búa neðanjarðar, þetta er svo heitt, þau búa í hellum, grafa sig niður og það gilda engin lög og reglur þarna. Ekkert siðferði? Ekkert slíkt og það er og eru að grafa eftir ópal. Þannig að maður, ég sé alveg tækifæri í því að pröfa að heimsækja þetta og að tókast maður getur fundið. Einmitt. Í ópalnámum hafa? Já, það er einhverjar ópalnámur og einhverjar ópalæðar sem er svona, virðist vera ennþá svona gullgrafara æði, gullgrafara menning. Þú bara, ef þú finnur þá áttu. Þannig að þetta er svona valkostur við Hrafnistu eða önnur staðarheimili aldrara, það er að flytja til Ástralíu og fara að leita ópal. Alveg klárlega. Þá held ég að þetta spjall sé orðið ágætt að það endi á þeim nótum og þakka bara kærlega fyrir komuna. Takk fyrir mig. Og við sjáumst og heyrumst í næsta þætti af Grænvarpinu. Takk fyrir.